charismatic. Halló öll saman. Hlýjar kveðjur til ykkur allra. Við erum afarglöð að vera aftur með ykkur í nýjum þætti. Hjá Charismatic vinnum við allan sólarringina því að skapa efni sem raunverulega gagnett fyrir ykkur. Yfir 50 manns leggja sitt af morkum af nákvæmni og alúð í gegnum netrásar okkar svo þið fáið bestu mögulega upplifun. Ef þið hafið gaman að þessu efni, vinsamlega deili myndbandinu með öðrum. Þessi litla aðgerð hjálpar þættinum að ná til fleiri og gefur okkur orkuna til að halda áfram enn sterkari og betri. Eigum að byrja. Gerum þetta. Ok, í dag ætlum við að kafa ofan inn í mjög áhugavert gögn sem okkur barst. Já, þetta svona bland af ymsu, þannig stóspekki, sálfræði. Nútíma einmannaleiki, en það var samt ein spurning sem fylgdi með sem greip okkur alveg. Akkurat. Þessi stutta en, mjög áhrifamikla spurning. Einmitt, hún hljóðaði einhvern veginn svona. Af hverju virðist síminn minn alltaf svona hljóður á meðan allir aðrir virðast vera á stöðugu í því? Og þetta kjarninn, þessi tilfinningum að vera utangarðs. Maður túlkar þetta svo auðveldlega sem eitthvað persónulegan brest. Já, að það sé eitthvað að manni sjálfum. Nákvæmlega, en markmiði hjá okkur hér að taka þessi gögn og skoða, annað sjónarhorn. Hvað ef þessi þján ekki merkjum tómleika? Heldur dýpt. Einmitt. Hvað ef það eiga að fáa víni í raun og veru merkjum styrk? Það er mjög öfluð endurömmun og samkvæmt gögnunum þetta alls engin ný hugmynd. Nei, alls ekki. Sagan virði sýna okkur aftur og aftur að margir að merkustu hugsuðu mannkins, þeir sóttust eftir einveru. Ekki bara sættu sig við hana? Nei, þeir þurftu á henni að halda. Tökum bara Albert Einstein. Einveran hefði verið sársökufull þegar hann var ungur, en ljúfeng þegar hann varð eldri. Hún var ekki tóm fyrir honum. Hún var rými. Nákvæmlega. Rými til að hugsa án þess að vera alltaf með þetta stöðuga suð frá umheiminum. Sköpunargáfan krafðist þess. Þögnin var sem sagt nærvera einbeitingar. En þessi hugmyndir á þetta miklu eldri að ekki. Gögnin vísa mikið í stóuspekingana. Jú, og það engin tilviljun. Þeir voru sérfræðingar í þessari innri ró. Marcus Aurelius, keisarinn. Já. Hann skrifaði í dagbökuna sína að líf mannsins tæki lit af hugsunum hans og ef hugurinn upptekinn af djúpum spurningum, þá gefa yfirbóðskennarsamkomur mann ekki neitt. Nákvæmlega. Það eins og að reyna að seðja hungur með því að horfa á mat. Það gengur ekki. Og hann sagði líka þetta fræga að sá sem lifir í sátt við sjálfan sig, hann aldrei raunverulega einn. Rétt. En svo var annar Epiktetos sem tók mun harðar á þessu. Já, hann var beinskiptari. Mjög. Hann var kennari og hann varaði nemendur sína við röngum félagsskap að hann geti spillt manni hraðar en nokkuð annað. En hvað var það róttækasta sem hann sagði? Hann hélt því fram að andlegur vextur krefst þess að maður sætti sig við að vera álitinn skrítin. Vá. Að vera tilbúin að vera utangarðs. Já. Að velja dýpt fram yfir vinsaldir. Það val sem margir bara skilja ekki. Það krefst ótrúlega sjálfstört í dag. Og Seneca, hann var á sömu línur ekki? Algjörlega. Þessi fræga tilvitnun. Það betra að ganga einn en að fylgja múg sem stefnir í ranga átt. Já. Þannig að samanlagt gefa þeir okkur þennan ramma. Þessi hljóðláti vegur kannski ekki merkjum að maður sé viltur, heldur að maður sé bara á síni eigin slóð. Amen. Þjarri tróðunum götum. Ok, þetta sögulega samengi mjög mikilvægt, en brjótum þetta aðeins meira niður. Gögnin tala svona 4 meginreglur. Svo fyrsta þessi, dýpt þrífst ekki á grunnsæði. Já, og þetta eitthvað sem margir þekkja. Svo sannarlega, maður reynir að hefja samræður eitthvað sem skiptir máli og fær engan hljóngrunn, samtalið bara deyr. Akkurat. Þú reynir að tala hugmyndir lífið, list, en samtalið snýst alltaf aftur á veðrinu eða einhverju í fréttunum. Hvað í gangið þarna? Af hverju gerist þetta? Gögnin benda á að þetta sé ekki endilega persónulega höfnun. Þetta ósamhæfi í tíðni. Ósamhæfi í tíðni. Útskýrið það aðeins. Mörg félagslegt tengst myndast hratt af því að þau krefjast einskis. Bara yfirborðskynst spjall. Þau eins og skyndibiti. Seðja manni smástund en gefa enga næringu. Nákvæmlega. En ef einstakningur að leita að heiðarleika, dýpt, tryggð,
Þá er hann að leita allt öðru ráefni. Hann er bara að senda út á allt annari bylgjulengd. En er ekki hætta á að maður verði of dómharður, að maður afskrifi fólk sem yfirborðsskemmt? Jú, það er gild spurning og þetta snýst alls ekki hroka. Þetta snýst að viðurkenna sínar eigin þarfir. Sjálfstrekkingu. Einmitt. Sumir þrífast á léttleika og það er fullkomlega eðlilegt. Aðrir þurfa dýpt til að finna fyrir tengingu. Það er ekki dómur. Það er bara að hætta að reyna að passa inn þar sem maður á ekki heima. Það leiðir okkur beint að annari hugmynd úr gögnunum, að einveran sé í raun æfing fyrir sjálfsþroska. Já, og þá spyr maður sig, af hverju er fólk svona ótrúlega hrætt við að vera eitt? Því þögnin neyðir mann til að horfast í augu við sjálfan sig. Akkurat. Við allan óttan, alla óvissuna. Fyrir mörgum er stöðugt félagslegt áreiti bara suð sem yfirgnæfar þessa innri rödd. Þau leita í fjöldan, ekki úr ást á öðrum. Heldur af ótta við sjálf sig. Nákvæmlega. Að geta setið í þögn án þess að fyllast kvíða, það er merki gríðarlegan styrk. Það þýðir að maður er ekki háður ytri staðfestingu. Einmitt. Hugsa 2 einstaklinga. Annar þarf störugt að vera umkringdur fólki. Hinn getur setið einn og fundið fyrir fríði. Hvor þeirra er raunverulega frjáls? Sá síðari, augljóslega. En hvar liggja mörkin? Milli heilbrigðrar einveru og, óheilbrigðrar einangrunar? Það er lykilspurning. Og munurinn liggur í ásetningi og líðan. Er einveran val eða er hún knúin áfram af ótta? Finnum maður fyrir vexti eða finnum maður fyrir biturleika? Einmitt. Heilbrigð einvera er smiðja. Óheilbrigða einangrun er fangelsi. Stóispekin kennir okkur að rannsaka þessar tilfinningar án dóms. Ef einveran veldur stöðugri vanlíðan, þá þarf að vinna í einhverju dýpra. En ef hún er endurnærandi, þá er hún tæki til vaxtar. Nákvæmlega. Þetta skýrir margt. 3. reglan er síðan þessi klassiska. Gæði eru mikilvægari en magn. Já, og þetta er alveg kjarnin í stóiskri hugfunum sambönd. Seneca sagði beinlínis, veldu þér félagskap sem gerur þig að betri mænisku. Ekki bara safna vinum eins og frímerkjum. Alls ekki. Rætt að fá einn djúpt tengsl, einn tryggur vinur sem ögrar þér og styður þig er verðmætar en 100 kunningjar. Mér fannst samlíkingin í gögnunum svo góð, 2 borð í veislu. Já, segðu frá henni. Já. Við annað borði sitja 20 manns. Hávert látur, endalausa sögu sem gleyma strax. Við hitt borði sitja bara 2. Þar er rólegra en hvert orð hefur þýðingu. Og jafnvel þögnin er þægileg. Einmitt. Og spurningin er, við hvort borðið viltu raunverulega sitja? Og fyrir þann sem leitar að dýpt, er svarið augljóst. Þess vegna þurfum við að endurhugsa hvað stuttur tengiliðalisti í símanum þýðir. Að það sé ekki merkjum tómleika. Nei, heldur síun. Það er merki að viðkomandi sé að vernda tíma sín og orku fyrir innantópum sambandum. Takk fyrir að vera með okkur hingað til. Ef þetta var gagnlegt fyrir ykkur, sendið það núna til einni mannesku, einn deiling, einn og sér, hvetur teymið okkar verulega. Síun, ekki tómleiki. Það er öflug hugsun. Og þetta leiður okkur að síðasta punktinum. Að rétta fólkið birtist á réttum tíma. Já, þetta hljóma kannski eins og klisja, en það er djúp speki þarna á bakvið. Klisjan er oft bara sannleikur sem er verið ofnotaður. Nákvæmlega. Kjarnin hér er þolinmæði. Náttúran kennir okkur að það er ekki hægt að flýta fyrir vexti. Blóm springa ekki út miðjan vetur. Samt viljum við allt strax. Líka vinasambönd. Við reynum að stjórna því sem við getum ekki stjórna. Einmitt, og þetta er grunnleksía stóuspekinar. Einbeitt hér að því sem er innan þín stjórnarsveiðs. Og hvað er það? Þú getur ekki stjórnað því hver kemur inn í líf þitt. En þú getur stjórnað því hver þú erst. Þú getur staðið með þínum gildum, rætta þín áhugamál, verið sannur. Og hvaða áhrif hefur það, samkvæmt þessum heimildum? Áhrifin eru þau að þú verður eins og viti. Ljósið þitt verður skýrt og stöðugt og hægt en örugglega mun það laða að sér önnur skip sem sigla á sömu dyft. Fólk sem skilir þetta ljós. Akkurat. En ef maður deyfir stöðugt ljósitt til að reyna að passa inn, þá mun það rétta fólk aldrei sjá mann. Það siglir bara framhjá í myrkrinu. Svo með því að þora vera einn er maður í raun að skapa bestu skilinin fyrir því að réttutengslin myndist. Það er forsendan. Þetta er ekki aðgerðaleysi. Þetta er virk og meðvituð bið. Ok, ef við draugum þetta allt saman, hver er þó hildarmyndin? Hvað þýrir þetta allt saman?
Heildarmyndin er svo að hljóður sími er ekki dómur yfir gildi manns. Hann er oftar en ekki vísbendingum að maður hafi stala. Þá maður sé ekki tilbúin að forna innri fríði fyrir hvað sem er. Einmitt. Að maður velji, eins og Seneca, að ganga einn frekar en að fylgja múnum í rönga átt. Þetta er ekki veikleiki, þetta er styrkur. Og hvað á fólk þá að gera? Á meðan? Á meðan þá býður? Byggja. Ekki bíða eftir einhver komi og fullkomni mann. Gerðu það sjálfur. Hvernig þá? Nota tíman til að styrkja líkamann, vika hugan með lestri, rækta sálina með sköpun. Gerðu einveruna að þíni smiðju. Smiðju þar sem seigla og skýrleiki eru mótaðir. Þannig að þegar rétta fólki loksins birtist. Þá er það ekki til að bjarga manni. Það verða ekki bjargvættir heldur förunautar. Þeir mæta manni sem helst tiptur veru. Nákvæmlega, þeir munu skilja dýftina, ekki ef því að maður útskýrir hana, heldur að því að þeir búa yfir henni sjálfir. Og þannig tengsl, þótt fáætt séu, eru þau einu sem skipta raunverulega máli. Þá er kannski stærsta spurningin sem þessi gögn skilja okkur eftir með, ekki af hverju er ég einn, heldur frekar, hver er ég að verða í þessari einveru. Það er mun betra að standa einn með sannleikanum en að sitja í hópi og þykjast. Takk fyrir að vera með okkur til enda. Ef þessi þáttur hjálpaði ykkur, endilega setið like, skilji eftir sturt athugasemd og deilið honum með ykkurum sem gæti haft ánægju að honum. Hver deiling hjálpa fleirum að finna okkur. Og ekki gleyma að vera áfram áskrifandi að Karismatik það best er enn framundan. Sjáumst í næsta þætti, holdi áfram að vera karisma. Karismatik.